Verið hjartanlega velkomin í jóladagatal Skagamanna. Skaginn syngur jólin 2022, þriðja árið í röð sem að við skellum í þetta skemmtilega ævintýri sem að byrjaði sem svona lítið COVID-ævintýri. Já. Man ykkur eftir því í dag? Stytta biðina eftir jólunum. En þriðja árið, það þýðir hvað? 72 lög, 72 flytjendur. 72 lög sem Eftir er búið að taka upp með þessu ári og fullt af frábæru fólki, alls konar fólk sem er svona mismikið að syngja og allt það. Frábær hljómsveit sem við erum með. Já, Birgir Þórisson, hljómsveitarstjóri, borgnesingur, hann er búinn að standa sig alveg eins og hetja á hljómborði og það sem tilfallandi er, ég held að sé ekkert sem hann getur ekki. Nei, hann svona útsetur lögin og stýrir þessu, hann er hljómsveitarstjóri, hann valdi hljómsveitina og valdi með sér til dæmis vin sinn frá Neskaupstað, Jón Hilmar Kárason, gítarleikara sem er alveg frábær. Já, sem er nú öllu vanur held ég þegar kemur á tónlist. Já, hann er það Borgarnes, Neskaupstaður. Já, og svo er hann Birgir Baldursson sem býr á Eskifirði líka, bjó lengi á Akranesi. Er á Kópavogi, spilaði með Lúðrasveit Kópavogs, Sálunars Jónsmís og Svarthvítu draumi til dæmis og Megasi og hinum þessu. Og svo erum við náttúrulega með Skagamannin okkar sem heldur uppi heiðri Skagamanna í bandinu. Sigurþór Þorgilsson. Já, og hann er á bassa. Alveg stórskotalið. En við erum stödd hérna, við vorum að koma úr Bjargi, þau eru svo almennilega að dressa okkur upp, við erum að lúkka í þessu verkefni okkar. Erum hérna með tónlistaskólan í bakgrunni, af því að þangað erum við að fara, eða annað okkar ætlar að flýta sér svolítið þangað, því að við erum aðeins að breyta til. 1. desember, sá sem ætlar að opna fyrir okkur gluggann, er engin annar en Ólafur Páll, sem að þið þekkið kannski frekar sem hvað ég segja, að þú sett hinum með við borðið, þú ert að tala um tónlist, þú veist mikið um tónlist, allt kannski um tónlist, en flytjandi, þú veist, fólk þekkir það ekki þá hlið. Nei, líklega ekki. Segðu, hvað getur upp á? Eða erum við bara að fara að koma að staði? Já, ég get ég veit ekkert um það. Ég er nú örugglega ekki besti söngvar í Íslandi, sko, en það er líka, sko, það mega allir syngja, það geta allir sungið og allt það, en, sko, ég hef nú oft sagt, sko, ég er í þessu starfi mínu að því að ég fór í tónlistarskólan á Akranesi á sínum tíma. Ef ég hefði ekki farið í tónlistarskólan á Akranesi, þá hefði líf mitt í rauninni orðið allt öðru vísu. Ég væri örugglega ekki að vinna í dag við það sem ég er að gera. Tónlistarskóli mikill áhrifavaldur í þínu lífi. Já, já, algjörlega. Og svo var ég í hljómsveitum þegar ég var yngri og svo hef ég verið að syngja með Fjallabræðrum og hitt og þetta. En ég hef nú ekki mikið að syngja svona almennt, sko. En það var svona aðeins skorað á mig að vera með í ár. Já. Og það þurfti ekkert að suða neitt mikið í mér. Samt svolítið. Og ég ákvað bara að vera með eins og aðra, því að við náttúrulega erum að hringja fólk og biðja það að vera með. Já. Þannig að, þú veist, okkur ekki ég. Nei. Og svo bara þú næst. Ég veit ekki. Hvað ætlar að taka fyrir okkur? Sko, ég hef rosa gaman af tónlist náttúrulega og jólamúsík og það er svo mikið til. Ég hef alveg, sko, ég sé í svona 300 jólaplötur eitthvað svona, og svo er náttúrulega allt Spotify og það allt saman. Og þetta er svo allavegana. Það er svo mikið til. Það er til jóla, jazz og blues og þungarokk og ég veit ekki hvað. Og þetta er allt saman gott í bland. Og það sem ég hlusta á sjálfur fyrir jólin er, þú veist, mitt uppáhald, það er til dæmis jólaplata Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Elvis Presley, hann gerir 2 jólaplötur, ég hlusta mikið á það og svona hitt og þetta. Og svo ég eina uppáhalds íslenska jólaplötu sem ég hlusta alltaf aðeins á fyrir jólin, sem heitir Svarthvít jól. Og hún er ekki svona mikið hvað verður gaman á jólunum og allt það. Heldur það er svona, þú veist, það er allt mögulegt. Hvað ætlar að setja tónin bara eitthvað? Nei, þetta er bara svona, það er svo margt sem getur komið upp á hjá fólki, það er bara lífið. Og heitir Svarthvít jól, þessi plata, flytjendur heita Teinar, það er aðalmaðurinn, höfundur lagana heitir Jón Hallur Stefánsson, hann var útvarpsmaður á Rás 1, hann er rithöfundur og tónlistarmaður allt mögulegt, býr í Danmörku og lagið sem ég ætla að flytja heitir Jólin komu og hún María mín fór. Jólin komu og María mín fór. María mín fór. Og hún María mín fór. Já. Heyrðu, ég hlakka til. Ég held að sé ekki eftir henni að bíða. Ég held að ég bara drífa þig og bara preppa þig í þetta. Ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Ok. Gjörðu svo vel. Takk. Takk fyrir að opna þennan fyrsta glugga. Að lokum, takk kæru styrktaraðilar fyrir að standa með okkur í þessu enn og aftur. Takk allir flytjendur sem komu og leggja sitt af mörkum, Óli Palli þar á meðal, og takk þið kæru áhorfendur.
Gjörðu þið svo vel.